Smá bókhald hérna, smá utanumhald. Oh my god. Ok, allavega. Hvað í gangi? Ok, í seinustu viku byrjuðum við að fara yfir HTML og í dag ætlum við að klára yfirferðin yfir HTML sem að í raun coverar þá þennan HTML part okkar. Og við fórum aðeins yfir söguna af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru í dag út af því hvernig þeir voru settir upp hérna í gamla daga, þar sem fólk var svona að finna taktinn. En í dag í raun allt orðið miklu stöðugur en það var hérna fyrir svona 10 árum. Þá var þetta rosalega mikið verið að berjast við alla vafrana, verið að vinna á móti miklu fleiri böggum í dag, verið að vinna með tækni sem var miklu eldri, við erum að fá miklu hraðari uppfæstur og allt þetta í dag. Þannig að, aftur, það hefur aldrei verið jafn gott að vera vefforritari í dag. En við fórum aðeins yfir XHTML og hvað það sem er í raun þetta Extensible Hypertext Markup Language, það sem var tilraun til þess að láta HTML vera þægilegra í vinnslu fyrir forritara og fyrir forritin, til þess að láta það vera korrétt XML-skjöl, þar að segja, bara ef það var villa þá var ekki hægt að vinna úr þeim og þetta gekk ekki vel. En það sem við fengum úr þessu var í raun þessi meira svona strangari kröfur á málfræðina, hvernig við skrifum HTML-ið. Og það var sem sagt það að í fyrsta lagi þurfti að vera vel formað. Þannig að þetta er vel formaður hlutstrengur í HTML, þar sem við sjáum að við byrjum hérna á einhverju tagi, skrifum síðan tagi hérna fyrir innan, lokum því og undan og lokum síðan hérna foreldrinu þar á eftir. Aftur á móti er þetta hérna ekki, þannig að þau sjáu ekki vel formað, þar sem að vera að loka foreldrinu áður en barninu lokað. Tög og attribute þurfa að vera í lágstöfum, þannig að við þurfum að hafa það svona, en ekki svona, ekki hástafi eða blanda. Alltaf lágstafir á öllum tögum og attributum. Síðan er alltaf endað og alltaf lokað. Þannig að hér er lokað á P-inu og hér er svona self-closing element sem hefur bara byrjunartag og þá er því alltaf lokað. Og hér er ekki lokað P-inu og hér er B-ið látið eins og það sé eigi eftir að koma eitthvað lokunartag en það er ekki til staðar og síðan attribute og elementum alltaf innan gæsalappa og ekki stök. Þannig að hér höfum við gæsalappir utanum sem þýðir að það er mun auðveldara eins og sjáum við að lesa út úr hvað þetta væri. Ef það væri ekki gæsalappir og kemur fú jafnt og fú síðan eftir, þá þarf í raun þáttarinn sem að forritið sem passar þetta þarf að giska á og vita hvað er hvað og hvað byrjar. Þannig að við sjáum alveg svona í hendi okkar hversu þægilegra það er að vinna með svona. Þið eftir að læra að kunna meta þetta þegar þið farið sem að skrifa einhverja parsera eða þýðendur sem að þurfa að taka einhverja strengi frá einhverjum notendum og þetta er hellinni mikil vinna. En þessar kröfur eru ekki til staðar í HTML5. Þannig að við mögum skrifa öll þessi hérna ekki dæmi. Þau eru lögleg og munu birtast rétt í HTML5. En sem sagt, ástæðan fyrir því að við fórum ekki niður þennan veg þegar þetta var hérna í umræðinni hérna fyrir cirka 10 árum, XHTML versus HTML, var það að þegar einhver fer að skrifa HTML og gleymir síðan að loka einu svona P, þá bara stoppaði allt. Þá bara vefurinn var bara kapút, hann birtist ekki neitt, sem er náttúrulega afskaplega slæm upplifun fyrir notendur. Og síðan var það líka þannig að tæknilega þá þarf að segja, vefþjónninn þarf að segja, kæri vafrið, þú ert að fá núna XHTML-skjal, ekki HTML-skjal, til þess að vafrinn myndi nota XHTML þáttarann, en svona í flestum tilfellum var XHTML sem var búið eða rosalega miklu tími að gera rétt og fínt og allt rétt, sent sem HTML, þannig að það var bara túlkað eins og það væri ekki XML, sem að svona smá bömmir. Og út frá þessu
hægt að taka þetta saman í þessu hérna kódi frá Postel sem skrifaði TCP sem það sem að HTTP liggur ofan á og þið lærið þegar þið farið í net samskiptadót eitthvað. En það Postel's law eins og það er kallað, be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others. Þannig að það sem að við og bara almennt rosalega gott að temja sér það að taka við hlutum á ýmsu formi en vanda okkur og skila frá okkur í betra formi. Þannig að við getum í raun notað þessar XHTML reglur sem við munum sjá hérna eftir dæmi til þess að skila betri kóða af okkur. En hérna höfum við XHTML skjal sem að myndi birtast rétt en hérna höfum við XHTML skjal sem myndi birtast vitlaust, ekki birtast af því að það vantar að loka hérna þessu. Ok. Nú vantar mig að hafa sett upp hérna því að aðeins einn. Hérna sem sagt þetta skjal fyrra dæmið en hér seinna dæmið. Sjáðu, væri mjög gaman að vera með stóran vef, gera mistök og fá þetta af því að það mismatch, opening and ending tag mismatch, PLI null and body. Þannig að ok. Þannig að þá komum við svona að því að áður en við förum að skoða hvað það sem við notum til þess að búa til vefina, það sem við notum, elementi sem við notum til þess að búa til vefina, þá gott að staldra þess við og svona aðeins að fara yfir hvernig við skrifum HTML. Og við ætlum að skrifa snyrtilegt HTML. Það að segja, við ætlum að vera liberal í það sem við fáum, við ætlum að taka við ýmsu, en við ætlum alltaf að skila á okkur snyrtilegu HTML-i og bara almennt þegar þið eru að forrita, skila frá okkur snyrtilegum kóða. Og til þess að gera það, þá mjög gott að fylgja yfirleitt þeim kröfum sem XHTML setur á málfræðina, sem sagt að nýta okkur þetta sem við vorum að fara yfir. Passa upp á inndráttinn, þannig að inndráttur það þegar við erum með þessi element og við ætlum ekki að skrifa það öll í einni línu, þetta að skrifa það í mörgum línum og þegar við erum að skrifa það í mörgum línum, þá fer að skipta máli að draga hlutina inn. Þannig að við ætlum að skrifa HTML og við ætlum ekki að skrifa það svona, allt í einni röð. Við ætlum alltaf að skipta þessu í línur og nú erum við búin að skipta því í línur. Svona. En nú ekki neitt inndráttur. Og inndrátturinn sá að draga hlutin inn. Þannig að þá erum við með HTML hérna og við drögum head inn eitt bil og title fer undir head. Þannig að það kemur hérna. Þannig að það myndast einhver svona hierarkía af inndrætti. Og svo lokum við hérna og þá skiptir að samaskapi máli að viðhalda réttum inndrætti. Við gerum ekki svona, við passum að þetta passi saman hérna og þá til dæmis eins og atom, þá getum við fengið hérna svona litla pílu sem að foldar þessu saman. Þetta kallað code folding, þetta hægt í ýmsum editorum og þá erum við með stór skjöl, þá getum við loka saman blokkum af hlutum sem við erum hugsanlega ekki að vinna með á þeim tímapunkti og þá getur verið auðveldra að fá yfirsýn yfir rosalega stór skjöl. Af því þið munið jafnvel vera að skrifa HTML sem að mun kannski fara yfir 400 línur af kóða. Það ekkert óalgengt þegar við erum að vinna bara svona beint með HTML og þá getur þetta orðið rosalega mikið og þá getur orðið svolítið erfitt að viðhalda réttum inndrætti. Þannig að bara vanda sig og laga þetta svona eins og meðan maður er að vinna. Svo þetta að fá ýmis svona plugin fyrir editorinn til þess að laga inndrættin hjá manni og svona. Og þetta eitt af aðalatriðum í fyrstu verkefninu verður það að svona halda háu agastigi á þessu. Þannig að ég er búinn að segja við dæmitúrkennarana, þetta eitt af því sem að þið sérstaklega passa upp á. Og við getum þess að dregið svona inn og gert þessi bil af því að í HTML skiptir whitespace svona karakterar eins og bil eða ný lína eða tab karakterinn, þeir skipta ekki máli. Þeim öllum hent saman og mynda bara eitt bil. Þetta sagði maður hér fyrir nokkrum árum. Hann veit stundum hvað hann er að segja í þessu tilfelli
Skulum við hlusta á. Ok. Þetta er rosalega gott þegar maður er að byrja að passa upp á að skila góðum kóða frá sér. Ég hammar svolítið á þessu núna. Þannig að hérna erum við með dæmi sem við sáum í seinsta tíma minnsta HTML skjalið sem við munum skrifa. Og þið sjáu, hér er allt dregið inn. Þið getið séð svona bara í fljótu bragði getið svona pattern matchað bara hvað er undir body, hvað er undir head. En þetta hérna skjal er í raun nákvæmlega sömu upplýsingarnar og í fyrra skjalinu, en þið sjáuð að lesanleikinn er töluvert minni. Og ef þið ættu að fara að bæta ykkur við þarna, eða ættu að fara svona sjá hvað er hvað, og þetta eru bara hérna, þú veist, einhverjar 8 línur, 4 línur þarna, en svo stækkið ég þetta og margfaldið þetta kannski með 10 eða með 20. Þá er þið komið með svona einhverjar stór skjöl og þá verður þetta rosalega erfitt. Og það er rosalega erfitt þegar maður er komið með svona stór skjöl og það er einhverjar villur að laga það þá. Það er miklu betra að gera þetta jafnáðum. Og síðan eru sumi element sem gleypa allt sem er innan þeirra. Þar til þeim er lokað, til dæmis title og text area. Þannig að ef við skrifum ef við sleppum title hérna, þetta er bara skemmtilega að opna þetta er ekki ganga vel. Hérna. Þannig ef við sleppum svona og förum hérna í þetta og opnum hérna, þá sjáum við að það birtist ekki neitt. En ef við förum hér og þið sjáum kannski hérna eftir uppi, þá er titillinn á síðunni Halló heimur, loka head, body opnast, p, hi, p lokast, lokast body, lokast HTML. Af því að title í raun, það veit ekkert, titleinn endar ekkert fyrir við lokum því. Þannig að þetta hérna getur verið svona leiðileg villa til að lenda í. Og text area er annað dæmi svona element sem getur gert þetta. Og síðan ef við lokum elementi of snemma, þegar við erum byrjað að vinna með CSS, þá getum við lent í því að útlitið sem við erum að búa til, það fer allt í köku út af því að við lokum einhverju elementi sem á að vera að búa til eitthvað box utan eitthvað ákveðið og allt í einu lokast það af snemma, þá er ekki lengur inn í því þar sem við héldum að vera inn í því og þá lítur síðan eitthvað bara skelfilega út og það getur bara verið út af því að við okkur vantar eitt div ef við lokum inn divi of snemma. Þannig að það getur orðið mjög erfitt að sjá það svona fljótu bragði. Þú veist, eins og hérna er þessu hérna loka div er of aukið en aftur þegar maður er að skanna yfir stórt skjal þá getur verið mjög, maður sér það ekki fljótu bragði. Og þá kemur einmitt inn annað hugtak sem er linting og linting er svona eins og að vera með hnit og svona taka hnitið af fötum eða flíkum eða svona að það er það þegar við lesum yfir einhvern kóða, það getur verið HTML, CSS, Java kóði, alls konar og það er eitthvað forrit sem lesi yfir hann, þetta er stundum kallað static analysis, þannig er ekki keyrður kóðinn, hann er bara skoðaður með tilliti til mögulegra vandamála. Og oftast er þetta tvenns konar villur sem við erum að grípa. Það eru mögulegar villur við keyslu. Við munum nota JavaScript linter seinna til þess að komast að mögulegum villum við keyslu af því að við höfum ekki túlk eins og Java fyrir JavaScript. Þannig að núna eru þið búin að sjá, er það ekki Java-C, kallið Java-C á eitthvað Java forrit og sjá hvað það gerir. Ekki búin að sjá það í tölunarfræði 1. Þannig að þá er túlkurinn, Java-túlkurinn að benda ykkur á það, hei, þið skrifið in í staðinn fyrir int. Við höfum ekkert svoleiðis í JavaScript, þannig að við keyrum svona tól til þess að finna þær villur sem að túlkurinn, ekki túlkurinn, þýðandinn hérna grípur fyrir okkur. Og svo eru aðrar villur sem eru brot á kóðastíl. Og kóðastíl er í raun eitthvað svona sem er töluvert meira svona óskilgreint en syntaxin í forritunarmálum sjálfum, en kóðastílinn er í raun hvernig við meðhöndlum inndrátt. Hvort notum við tabs eða spaces til að draga inn kóða. Þá er gott hérna að stoppa og
hafið þið heyrt tab versus spaces? Forritin alltaf eitthvað, tab versus spaces. Hafið þið heyrt það? Að forritin alltaf að rífast yfir því? Ok. Hvort haldið þið að sé hvort þið notið space lykilinn á lyklaborðinu, fysiskt þennan hérna taka eða þennan taka? Það er nefnilega mjög margir sem halda það. Þetta sé eitthvað bara svona, hvað að fólki verið að nota space? Þetta er 2 space, þetta er 4 space. Nei, það er ekki verið að tala það er verið að tala hvaða staf er notað. Þannig að þið sjáu hérna, hér er ég að nota spaces, það eru svona punktar, sést afskaplega illa en þið sjáu punktana hérna. Hérna er ég með skjal, það sem við erum ekki að nota space, heldur við að nota þetta hérna sem er tab karakterinn. Þannig að við setjum hann hérna inn og sjáum við hérna, og sjáum við munin hérna og svo sjáum við hann hérna í línu 10 hérna, þetta er new line karakterinn, þetta hérna ég er með kveikt á því að sjá ósýnilega stafi, svona white space stafi. Hér er tab og hér eru space. Þannig að þið sjáu, hérna eru 2 space, eru jafn breið og 1 tab karakter. Þannig að þetta er í raun, hvort ætlum við að nota space karakterir eða tab karakterir til þess að draga kóðan. Persónulega nota ég spaces, 2 spaces, ég hef notað tab karakterinn, skiptir ekki voðalega miklu máli. Það sem skiptir öllu máli er samt að blanda þessu tvennu ekki saman. Þannig að þá getið ég lent í skjali sem er bara, innrátturinn er alveg bara svo skitsó að það bara er ekki hægt að lesa það. Þá er aftur til tól sem laga svona fyrir mann. Annað dæmi sem við getum skilgreint með kóðastílnum er hversu langa línur við erum með að vinna með. Af því að sérstaklega kannski skiptir ekki miklu máli þegar við erum að vinna með textan svona, en hugsið ykkur ef við værum að vinna í verkefni og það væru 2 skjöl sem þið þurftu að mergea saman. Einhver væri búinn að gera breytingar og einhver annar væri búinn að gera líka breytingar og það þurfti að sameina þessar breytingar í eitt skjal, eitthvað sem við munum gera í verkefni 1, hérna stóra verkefninu. Og þeir eru með línu sem er 800 stafa löng og þið ætla að reyna að sjá munin á 2 línum. Þannig að þá voru þið ekki bara farin að vinna í sem sagt, lóðréttu umhverfi, upp og niður hérna, heldur líka fram og tilbaka. Þannig að við tökum hérna og slökkum á line wrap og sjá að þá er maður líka farin að skrolla svona til hliðar til þess að reyna að sjá hvað munurinn er. Og það er aftur, getur verið mjög óþægilegt. Og svo eru fleiri hlutir. Fyrir síðan HTML sérstaklega, þá erum við með svona validation eða svona linter þjónustu sem fer yfir HTML-ið okkar og lætur okkur vita ef það eru eitthvað villur. Og W3C rekur þá sem er mest notuð á validator.w3.org og svo er líka hægt að setja upp svona virkni í flestum ritlum. Þannig að ef við förum núna hérna og ef við förum hérna, ég get ekki stækkað Chrome-ið hérna, þá sjáum við hérna, nú er ég búinn að setja upp svona pakka hérna fyrir Atom sem segir mér að W3C Markov Validation Service Report 2 errors. End of file seen when expecting text or an end tag, HTML. Þannig að hér er eitthvað vitlaust, það er eitthvað villur í þessu hjá mér. Ok, lögum þetta, tökum við að setja hérna, unclosed element title. Ok, ég laga þetta núna, nú fæ ég hérna, no errors were found. Og svo get ég líka tekið þennan kóða, opnað hérna validation serviceið hjá W3C og þá eru nokkru möguleikar. Við getum gefið í einhverja slóð, við getum gefið í slóðuna af vefnum okkar, við getum gefið í skjalið sjálft bara með því að velja tölvunni eða við getum pastað inn hérna. Þannig ég get pastað inn hérna þessum kóðabút sem ég var með, gert check og þá sjáum við hérna document checking complete, no errors or warnings to show. En ég ætla að setja hérna, skrifaði tile í staðan fyrir title. Það er villa. Unclosed element title. Þannig að þegar við erum að vinna svona verkefni og eitthvað er bilað, eitthvað lítur ekki eins vel út og eitthvað hagar sér furðulega, þá er rosalega gott að byrja á því að keyra hlutin í gegnum validatorinn og sjá hvort það sé einhverja villur áður en að við förum eitthvað annað. Af því að vera eitthvað í textarillinum og hamast og reyna að laga eitthvað og bilað eitthvað,
það getur oft virkað, en það oft fljótlegra að bara byrja á því að checka á þessu. Þá getur verið mjög gott að vera með eitthvað bara hérna niðri í textarillinum sem segir manni bara eitthvað við erum að hamra út hérna einhverju HTML-i og það alltaf að gerast hjá okkur og svo vistum við, þá sjáum við hérna niðri að það ekki lengur grænt, það komið rautt og við lögum þetta rauða, fáum grænt og höldum svo áfram. Síðan í HTML þá getum við líka sett inn athugasemdir, þannig að við setjum inn þetta svona athugasemda element, þá það eitthvað sem er hvergi birt af afranum. Það mun aldrei birtast neins staðar á síðan okkar, en við getum notað til þess að setja inn einhver svona skilaboð eða eitthvað. Við getum líka notað til að bara hreinlega taka út. Við ætlum ekki að vera að vinna með þetta hérna. Þessi partur af vefnum okkar, hann bara eitthvað bilaður, við ætlum ekki að skoða hann. Í stað að vera hendunum, þá getum við bara sett svona utanum hann og þá hann í raun ekki lengur túlkaður. Þá bara þá fáum við hérna, það ekkert að gerast hérna og í staðinn fyrir að henda út og hugsanlega hvað í gangi hérna? Svona. Síðan, eins og við fórum yfir stafasettið, þá eru sumir stafir er ekki hægt að setja beint inn í HTML og þá það til dæmis minna en merkið af því að það hefur sérstakt gildi, það opnar element, tag og þá getum við sett inn svona character entity og þau eru skilgreind sem eitthvað svona ampersand merki, eitthvað x, þar sem x er heiti tákn, til dæmis lt fyrir less than fyrir minna en táknið, eða við getum sett inn beinan code point í stafasettum sem við erum að vinna með í desimalkerfi eða hexadesimalkerfi og þá getum við setta inn hérna og þá fáum við þ. En við myndum aldrei gera þetta. Þetta gerum við aldrei fyrir venjulega stafi af því að við skrifum bara stafinn. Við notum UTF-8, skrifum bara stafina. Einu skipti sem við þurfum að nota þetta þegar við erum að setja inn sérstök tákn og þá það sérstaklega minna en og sjáum þið annað tákn sem hugsanlega gæti valdið vandræðum sem við myndum þurfa að gera eitthvað við. Nei, gæsalappir yfirleitt að virka. Ampersandi. Af því að það þarf að vita í raun að það ekki að byrja eitthvað svona code point og að kóða sig sjálft. Þannig að þá gerum við halló og sjáum við hérna, ef ég skrifa þetta svona, þá það litað rautt. En ef ég vil fá ampersand þá skrifa ég amp og það ritað rautt út af því að við erum að byrja á hérna. En svo líka stærra en merkið getur líka verið og þannig að það hérna greater than. Þannig að núna ef við gerum þetta svona, gerum þetta frekar, oh my god. Svona og svona. Og sjáum við fáum táknin rétt, en ef að við setjum síðan táknin sem slík hér, þá birtast þau, en það ekki öruggt að það skeri nákvæmlega sem við viljum. Þá sérstaklega hérna, að því að þetta túlkast ekki sem neitt element, en ok, ég bara fara eitthvað, ekki fara niður þessa götu. Ok, þannig að þarna erum við þá búin að fara yfir hvernig að skrifa HTML og þetta í raun ekkert flóknara en það að skrifa bara HTML en svo bara að velja sér element og þá það eitthvað sem við notum til að smíða síðan okkar og þau eru skilgreind í HTML specificationinu eða spekkinu og hérna getum við séð allan HTML spekkin hjá W3C sem bara sýnir bara nákvæmlega niður í hörgul hvernig á að búa til vafra til þess að vinna með HTML en síðan What Working Group sem svona önnur svona hliðarsamtök sem halda úti spekk sérstaklega gerða fyrir forritara þannig að það svona authors spekk og hann svona aðeins léttvægari hann ekki alveg hérna
svona í detailum og hann svona fyrir okkur, the humble web developer. Þannig að hvort sem það þá gott að fara þarna og kynna sér hvernig hlutirnir líta út og þá ætla ég bara að taka svona yfirferð yfir svona helstu elementin og svona sýna ykkur hver þau eru. Þetta ekki tæmandi yfirferð yfir öll elementin, en verkefni 2 fer svolítið í það að þið verðið að skoða og ákveða hvaða element þið ætla að nota fyrir ykkur ákveðna hluti. Þetta svona einhvers konar Venn-diagram af því hvernig þeim skipt niður í hópa. Flow content, það er allt það sem birt á síðunni. Sumir hluti sem ekki birtir af því eru þá svona metadata, svona lýsigögn sem notað síðuna, eins og til dæmis title. Það ekki birt beint á síðunni, heldur í vafranum sjálfum, þannig að það skarast aðeins við þetta flow. Svo erum við með svona interaktíft, eitthvað sem við getum sem notendur átt við. Texti, embedded, þá eins og til dæmis að fá inn myndir og þess aftar. Fyrirsagnir og skipta í svæði. Síðan þegar við erum að lesa spekkin, þegar við fyrir alveg niður í detailinu og viljum bara vita nákvæmlega hvernig hlutunum virkar, þá getum við í raun opnað bara fyrir eitthvað ákveðið element, eins og hérna ætla ég að opna fyrir A-element. Fyrst að fara yfir hérna hvað hvað. Þá höfum við í raun, það sem skiptir okkur mestu máli categories og þá hvaða flokkum elementi til það phrasing eða interactive eða hvað það context, hvar má nota elementið, í hvaða konteksti megum við nota það og hvaða efni má síðan fara í það, þannig að það annarkvort má þetta element eiga sér börn, hvernig börn, má þetta element vera barn, hvernig barn og síðan hvaða attribute má setja á elementið. Þannig að fyrir A þá höfum við hérna the A element, það flow content, phrasing content, palpable content, interactive content. Þetta alveg hérna í draft sem við bara frá því núna í miðja mánuðin, en þetta ætti nú ekki að vera mikið breytt, nei. Og þá sjáum við hérna transparent, sem þýðir að það skiptir ekki máli hvar það það má í raun vera hvar sem það gagnsætt, en það má ekki vera neitt interactive content eða A-element sem buttons. Þannig að við getum ekki sett A-element inn í A-element. Við getum það, en það ekki rétt samkvæmt spekknum og validatorinn myndi segja okkur að það væri vitlaust. Þetta má vera allstað það sem phrasing content, allstað það sem eitthvað skrifað mál, skrifað, eitthvað texti. Síðan erum við með content attributes. Þá höfum við hérna global attributes, við fyrir með eftir. Svo höfum við ref, sem þá í raun það sem við notum yfirleitt anchor elementið, A-elementið í, til þess að búa til hyperlink sem fer á milli. Og þá setjum við það í ref, adressuna á hyperlinknum, hinn síðan sem við að fara á. Svo getum við það target, sem segir þá til í hvaða samhengi á að fara, á að fylgja þessum link. Yfirleitt notum við þetta bara til að gera target, jafnt og underscore new, sem þýðir gerðu það í nýju browsing konteksti, eða þá eins og þið kunnustu það, þið opnið link, klikkið á hann, opnast nýr gluggi eða nýr tab. Svo þetta skilgreina meira hérna whether to download a resource instead of navigating to it. Þetta nýlegu partur af spekknum, þannig að þetta ekki stutt í nema nýrri vöfrum og svo aðri hlutir. Þá sjáum við hérna að það hægt að komast að því og fylgja linkum hérna til þess að vita nákvæmlega hvað hvað. Síðan þessi global attributes, þau eru attributes sem öll element með að fá á sig. Og það tæmandi listi, þó svo að það sem ég að lista hér upp ekki tæmandi listi, heldur bara svona helsta. Þá ID, sem eitthvað auðkenni á elementinu og við munum ekki nota það mikið núna. Það hægt að nota það í CSS, við munum fara yfir það þar, þó að við ættum ekki að nota það þar. Og svo getum við notað það þegar við erum að vinna með JavaScript og þurfum að finna eitthvað ákveðið element þess að vinna með það. Þá getum við notað ID. Og það má aðeins vera skilgreint einu sinni per síðu. Þó þið megið þetta gera það oftar en einu sinni, en þá getið þið lent í að fá óskilgreinda hegðun. Svo class. Það það sem við munum nota mjög mikið þegar við fyrir að vinna með
CSS, en það er eitthvað til þess að gefa elementinu aukið svona flokkun sem við getum síðan nota til þess að velja það í CSS. Þannig að þá við erum með tvö P-element, við viljum gera annað þeirra feitletrað en ekki hitt, þá getum við nota klass til þess að geta skilið á milli þeirra. Ok, svo, já, flow-flæði, það eru flest element sem eru í body, eða öll element sem eru í body. Svo erum við með lýsigögnin, link, það lýsir tengingu við einhver önnur gögn. Það sem við munum nota þetta er í raun með rel style sheet og þá setjum við í head, link rel style sheet, href slóðun á CSS-skjalið okkar og þá erum við búin að tengja saman HTML-skjalið og CSS-skjalið. Svo erum við meta, þar getum við erum búin að sjá það til þess að skilgreina stafasettið, en við getum notað það til þess að skilgreina önnur lýsigögn sem við munum sjá líka frekar á eftir. Og script, þegar við fyrir að vinna með JavaScript, þá notum við script elementið til þess að vísa í kóðan sem við ætlum að sækja inn á síðuna. Svo erum við með sectioning, þannig að þegar við fyrir að vinna með HTML, þá viljum við skipta þessu einhvern veginn upp í kafla og svæði. Main skilgreinir megin efnis vefsins. Article, þetta til dæmis ef við varum með einhverja grein, við varum með einhverja athugasemd á greininu, þá gætum við skilgreint það efni innan undir article, en yfirleitt notum við section sem er hérna. Þetta er mitt uppáhaldselement. Þá er þetta einhver svona kaflaskipting á vefnum. Fór aðeins fram fyrir með hana. Svo erum við með site. Þetta getur verið svo útdráttur í einhverjum ákveðnum greinum. Þá sjáum við, það er eitthvað svona pull quote, eitthvað sem er dregið til hliðar. Þá getum við sett það í að site. Nav, það er skilgreint til þess að halda utan leiðarkerfi. Hvort sem það er leiðarkerfi innan einhverja síðu eða svo framvegis. Við sjáum það nánar eftir. Svona var þetta yfirleitt gert þegar maður var að stíla upp síðuna, þá byrjaði maður að henda inn einhverju svona, af því að við viljum í raun skipta síðan einhvern veginn upp, við viljum búa til tréð til þess að geta síðan fara að vinna með hana og þá settum maður bara eitthvað svona ID header, af því að það er bara einn header á síðunni. Það er eitthvað nav hérna fyrir leiðarkerfið okkar, það er eitthvað main fyrir aðal og það er eitthvað section og það er eitthvað footer. En núna myndum við gera þetta bara svona, þannig að við erum í raun, þetta kom með HTML5, það voru búin til ný element til þess að mæta þessari þörf að geta skilgreint efni svona. Þannig að þetta er allt svona sem við notum til þess að hópa efnið okkar saman. Síðan höfum við fyrirsagnir og þær skilgreinum við bara með H1 til H6. Þetta er minnkandi mikilvægisröð, H1 mikilvægasta fyrirsögnin á síðunni, H6 minnst mikilvæga og síður kaflar og svæði hafa yfirleitt sína fyrirsagnir. Þannig að ef við skilgreinum section þá er það yfirleitt með einhverju fyrirsögn. Og með því að skilgreina þessar fyrirsagnir þá myndum við svona útlínu af síðunni sem við getum hugsað eins og bara efnisyfirlit í bók þar sem að við erum mest mikilvægasta, undir því kemur eitthvað sem er minna mikilvægt og þá dregst það svona inn. Og við viljum skilgreina þetta í réttri röð. Þannig að við viljum, eins og hérna erum við með eitthvað main sem er þá aðalefnið á síðun okkar. Þá kemur aðal fyrirsögnin, hún kemur fyrir einu sinni, svo erum við eitthvað section, þá er eitthvað kaflaheiti, millifyrirsögn og svo framvegis. Svo kemur annað section, þá hérna ætti þetta að vera H2 af því þá sjáum við það er undir H1. Þannig að þið getið séð svona hvernig þetta svipar til inndráttsins sem við vorum að fara yfir áðan. Að við viljum skilgreina hérna í réttri röð innan og undir sectionum. Já. Mismunandi útlit. Já, þannig að ef við skilgreinum, ef við bara hendum því alveg án þess að stíla það nokkuð til wow. Þá ef við eftir að sjá í CSS þá getum við breytt þessu útliti en vafrinn gefur okkur í raun, ef fyrir mig venjulega, hann gefur okkur mismunandi útlit á þeim til þess að byrja með. En það er í raun bara tilviljun, eða þú veist það er ekki tilviljun, það er til hægðarauka. Við skilgreinum þetta alltaf út frá merkingunni sem er þá í raun. Þetta er aðalfyrirsögnin, mér er sama hvernig hún lítur út, ég ætla bara að setja henni sem aðalfyrirsögn. Útlitið kemur síðan ofan á seinna. Já.
já, hérna drögum við inn þessi hérna H2 og H3 út af því að það er undir elementinu section. Þannig að þá sjáum við, og ef við tökum þetta dæmi hérna yfir og hendum því hérna undir, þá sjáum við hérna, þá getum við til dæmis lokað þessum hérna sectionum til þess að fá betri yfirsýn yfir það hvað er að vera. Við getum lokað hérna main, við getum lokað body, þannig að við getum dregið síðan okkar saman hérna. Þannig að þetta er svona, það er að byrja til þess að fá sensaði hvað er hvað. Ef að þetta er vissulega tengt sem kaflaheiti og einhver millifyrirsögn, þá viljum við hafa það saman undir sectioninu. Phrasing og orðalag, þetta er þegar við erum að skrifa eitthvað texta niður, þá er P málsgreinin sem við séð, B, hérna komum við svona skemmtilegt, B þegar HTML var fyrst skilgreint, þá var ekki tilnæmt CSS, en við viljum yfirleitt, fyrst sem við viljum fá er bold og italic texti, þannig að þá var B þýtt sem bold, en svo þegar það var tekið svona skúrkur í að gera þetta merkingafræðilegt, þá var B endurskilgreint sem texti, til að draga athygli að texta án þess að gefa honum aukið vægi. Þetta er svona eftir að hyggja. En yfirleitt notum við strong, af því að það segir til hei, þetta er strong emphasis á þetta. Code, við ætlum að merkja eitthvað forritunarkóða, þetta erum við með pre-formata texta, þannig að segja, við viljum taka eitthvað texta sem á algjörlega að láta vera og hafa að virða öll white space, nýja línur og allt það, þá notum við pre. Svo getum við verið með svona efni sem við innfellt efni, embedded efni, eitthvað sem við setjum á síðun okkar, þá er mest nota image elementið sem er það að nota source til að vísa í myndina sjálfa, audio eða video til að bæta við hljóð eða myndbandi og svo er object sem bæti við einhverjum hlut sem er embeddaður. Yfirleitt Flash notað með þessu, en nú er Flash að fara að deyja drottnum sínum eftir nokkur ár, þannig að þá hætti það, en þangað til og örugglega eitthvað í framhaldi verður það að nota með object. Þannig sótt. Svo erum við interactive, þannig að þau eru gagnvirk. Við getum gert anchor elementið gagnvirkt með þess að þetta ref, þá getum við smellt á það. Við erum með audio og video, af því að við getum yfirleitt pása það eða spóla fram og tilbaka eða stoppa það og svoleiðis. Input, þegar við ætlum að taka við gögnum frá notendum. Og síðan erum við með lista, þannig að þá erum við með raðalista, óraðalista, element í lista og síðan DL sem er description list sem skilgreinir þá ef við erum með heiti og svo eitthvað hérna einhverja skilgreiningu. Þannig að spurningar og svör, skilgreiningar og þess að þar og þá notum við hérna DT og DD. Definition term og definition definition. Þannig að ef við sjáum dæmið þetta svona gerum við með ordered list, þannig að þá fáum við 1, 2, 3. Við getum sem með CSS breytt þessu í ABC eða rómverska stafi eða eitthvað svoleiðis. Hérna erum við með description list, þannig að þá sjáum við hérna, við ætlum að skilgreina HTML, það er termið okkar. Svo erum við með definition og annað definition, við getum í raun raða þessu svona saman. Svo er valmynd, eins og við nefndi áðan, og þá er valmynd, það er í raun bara það sem þið þekkið fyrir með vef, þið getið ítt á síðuna, greinar, eitthvað meira. Þá er það valmyndin og þá er hún yfirleitt sett upp svona. Nav, utanum UL, sem er með li, sem er með link yfir á síðuna sem við erum með. Ok, skulum taka smá pásu, aðeins að fá loft, vakna og mæta hress eftir svona bara 4 leyti.